Átröskunarsjúkdómar eru sjúkdómar sem leggjast á fólk sem hefur sjúklegar áhyggjur af útliti eða hvað það er að borða. Þekktasta tegundin af átröskunarsjúkdómi er sennilega lystarstol eða sem kallað er á ensku anorexía. Þá hefur fólk sjúklegar áhyggjur af því hvernig það lítur út. Það upplifir sig alltaf í raun verr útlítandi en það er, telur sig of þungt, þó það sé það ekki endilega, er það kannski í upphafi en áhyggjurnar verða sjúklegar þannig að það sér sig ekki í réttu ljósi og það er til mörg dæmi að fólk hafi nánast svelt sig bara í hel, það er sem dáið, ekki kannski vegna, það er ekki sjúkdómurinn sjálfur sem leiðir fólk til dauða en líkaminn verður bara það illa staddur að hann ræður ekki við einfalda hluti annarkvort er það hjarta sem gefur sig eða einhver önnur líffæri. Og fólk getur upplifað sig hreinlega feitt þó það sé orðið hættulega mjótt. Lystarstóli fylgir stundum annar sjúkdómur sem heitir lotugræðgi, kallað á ensku búlimía, en þá er fólk farið að kasta upp, þess að láta sig kasta upp eftir máltíðir til þess að koma í veg fyrir að maturinn komist í gegnum meltingafærin og orkan komist út í líkamann. Þetta blandast saman stundum. Svo eru til fleiri sjúkdómar, þetta er algengara hjá stelpum, en það er alveg til í dæminu að strákar fái sömu átröskunarsjúkdómana. Þeir geta líka orðið sjúklegan áhuga á að byggja upp vöðva, sem er í raun og veru önnur tegund af átröskunarsjúkdómi, því að þá fara þeir að borða of mikið prótein sem getur verið of mikið álag á líkamann og það getur leitt til notkunar á sterum og öðru sem er stór hættulegt og þetta enginn að gera. Átröskunarsjúkdómar eru miklu fleiri. Þetta er í raun allt sem að færa okkur til þess að borða eitthvað sem að annarkvort of lítið af einhverjum tegundum af mat eða eitthvað í þá veruna. Það er langbest að borða venjulegan, heilbrigðan mat, fjölbreyttan mat, ekki taka neinar fæðutegundir út, sérstaklega ekki hjá krökkum og alls ekki hjá krökkum. Það er allt í lagi þó að fullorðið fólk taki einhverjar fæðutegundir út í eitthvað tíma, en við þurfum alltaf að fá allar fæðutegundir, eða öll næringarefnin, en við getum vel minnkað neyslu á mörgu eins og sykri og öðru. Það er í sjálfu sér hollt fyrir alla, en að taka eitthvað alfarið út er ekki endilega góð hugmynd.